Hann var sjómaður dáðadrengur og drabbari eins og gengur. Hann sigldi í höfn Snæfellsnötrönd þegar síldin hún sást ekki lengur. Og svo framvegis. Fullt af lögum Þórður. Hann elskaði þilför hann Þórður og því fór hann ungur á flot. Þetta náttúrulega speglaði ástandi í samfélaginu. Sjómennskan var það mikilvægasta sem var í gangi. Þetta var mikilvægasta atvinnugreinin á Íslandi á síðustu öld. Og þá var náttúrulega sungið þetta sem aðalmálið. Og sjómenn það voru einhver aðrar hetjur sem við áttum, sko. Á þessum árum, sko, þetta var sungið þetta, sko. Það var sungið að Guð gefi að þú komi heim og hjarta mitt hjá þér með út úti. Þetta var mikil tregi og já, mikil áhætta stundum, já. Sérstaklega á veturnar og vissi aldrei hvað geti skeð. Mæður voru hrædd syni sína og eiginkonur hræddur menn sína og börn feður sína og það var ekkert óalgengt að missa að sjómenn færust hér áður fyrr. Svo það var hættulegt og fólk vissi af því að það væri hættulegt. Ég held það ekki, ég veit það engin stétt á Íslandi sem fórnað meiru á þessum 1000 árum sem við verið hérna á Íslandi, rúm 1000 ár, heldur en sjómannastéttin. Og við megum aldrei gleyma því. Og með þakklæti hugsum við til þessara, á þessum var sungið náttúrulega. Þetta var hetjur okkar, hetjur hafsins. Og meðal hans eitt lag sem heitir Út á sjó, sem lag sem upphaflega kom út með Elvis Presley, held ég 61-2. Ég held að það hafi verið fyrsta lagið sem Elvis Presley gaf út eftir að hann var búinn með herinn. Hann fór í 2 ár í herinn, en þurfti að gegna herþjónustu. Fór til Þýskalands og var þar í herþjónustu. Svo kom hann tilbaka og held að fyrsta lagið sem hann gaf út var lagið sem Stuck on You, sem fjallar ást hans, hvað hann háður einhverju konu. Þetta var tekið bara strax eins og var gert við vinsæl lög, það voru bara tekið bara strax á Íslandi og þýddi yfir á íslensku, en staðhæð, sko, það var ekkert það var að tala og þetta lag, Stuck on You, breytist í út á sjó. Og þá var þetta bara sjómann sem var alltaf út á sjó og var í hetja hafsins og út á sjó. Og það voru fullt af lögum, sko, það var lag sem heitir Walk Tall, Walk Tall, og var þá einhver írskt lag og fjallaði einhvern mann sem var hetja og labbaði hnarreistur og svona. Þetta kom til Íslands og Ómar Ragnarsson þýddi þetta í 65 og það var á sjó. Walk Tall var þá á sjó. Á sjó. Þessi lög, við maður ekki tóku þessi lög, sko. Þetta voru svona, hvað maður kalla þetta, svona poplög, sko. En sem voru tekin frá útlöndum og snúið yfir á íslensku, alltaf hetjur hafsins. Sigurður sjómaður, alltaf út að skemmta sér, Það gott að vita af því og muna það og gleyma ekki hvaðan við komum og að þessi stétt, sjómannastéttin, hafi verið sú stétt sem hafi haldið heiðri á okkur og haldið okkur lifandi í raun og veru, sko, og fórnað lífi sínu til þess. Þetta var starf upp á líf og dauða. Ég átti trillu og var nokkur sumur á strandveiðarnar. Ofboðslega auðvelt og einfalt líf að vera trillukall. Og mér langaði alltaf að semja lag trilla mín. Og trilla mín hét Æðruleysið. Og ég tókst loks að semja lag sem heitir Á æðruleysinu. Og það svona.
æðruleysinu ég ræ, í rónæði sigli ég minn sæ. Ég hlusta á öldur gjálfrið kyrja lágt. Hvernig hægt að efa æðri mátt sem hefur skipað mér á sess, með einfaldleika þess. Ég sit einn á fóftunni og bíð, hver á sér betra og einfaldara líf. Líf sem allir virðast þrá, það það sem allir vilja fá, að hafa meira en nóg af því, einfaldara líf. Já, dagur líður, nóttin færist nær, og blessu sólin kyssir rauðan sæ. Ég sigli höfn leið og sólin sest, út á sjó gott að vera, en heim best, ég veit að fyrir rest, það einfalda best. Já, dagurinn í dag var mér svo kær, mér leiðist ekki lífið öðru nær. Dagurinn í dag var hít og sól, ég tók mig frí og sigldi út á sjó, og gula þorskinn dró, því ég einföld aflakló. Hvernig hægt að efa æðri mátt sem hefur skipað oss á sess, með einfaldleika þess. Já, já, þetta einfaldara líf. Mér finnst þetta lag mjög gaman að spila þetta lag. Ég spila þetta í hvert skipti sem ég kem fram.